Komið sæl og verið hjartanlega velkomin í Háskólann á Akureyri. Nú mun fara fram rafræn kynning á félagsvísindum, en í dag mun hann Daníel Gunnarsson, eða Danni eins og við köllum hann, kynna námið. Þá mun einnig fara fram stutt kynning á náminu í Háskólanum á Akureyri í heild. Það lítill svona Q&A box á skjánum ykkar. Þið getið endilega samt inn spurningar þangað og við munum svara eftir bestu getu. HA þriðji stærsti skólinn á landinu eftir HÍ og HR. Við erum með 2400 nemendur og 200 starfsmenn sem okkur finnst alveg fullkomið. Þetta gerir það að verkum að nándvik kennara mikil og nemendur tínast ekki í fjöldanum. Hér allt til alls, við erum með lesrými, ókeypis rækt sem hægt að nálgast alla sólarhringinn, bókasafn, rannsóknarstofur og mötuneyti. Á Akureyri allt til alls. Við erum með stúdentaíbúðir sem tiltölulega auðvelt að fá íbúð á. Hér gott útivistarsvæði en Hlíðarfjall auðvitað bara í bakgarðinum, æðislega sundlaugar, hægt að skreppa á tónleika eða leikhús og svo auðvitað frítt í strætó til þess að flakka á milli allra afþreyingana og veitingastaðina sem í boði. Allt grunnnám við Háskólann á Akureyri í sveigjanlegu námi sem þýðir að engu skiptir hvort þú sért staðarnemi eða fjarnemi. Allir fylgja sömu námskránni og námskröfur þær sömu. Flestir hefðbundnir fyrirlestrar teknir upp og settir á kennsluvef. Allir fjarnemar koma nokkrum sinnum á námstímanum í stuttar kennslulotur til Akureyrar, þar sem megináhersla lögð á verkefnavinnu og umræður. Þar gefst þér tækifæri til að hitta kennara, samnemendur og annað starfsfólk háskólans og tengjast enn betur háskólasamfélaginu. Próf hægt að taka hér á Akureyri, í símenntunarstöðum land allt eða í viðurkenndum háskólastofnunum eða sendiráðum erlendis. Jæja, þá ættu þið að vita eitthvað örlítið meira Háskólann á Akureyri og ég held að það sé ekkert til fyrirstöðu að við vindum okkur bara beint í félagsvísindin. Gjörðu svo vel, Danni. Takk fyrir það. Já, ég semst alltaf kallaði Danni og að klára mitt annað ár í félagsvísindum við HA. Ég hef alltaf verið svona heillaður af félagsfræði og svona samskiptum manna á milli og ákvað þess að fara inn á félagsvísindadeild við HA. Ég var svo sem ekkert alveg viss þegar ég byrjaði hvert ég ætlaði með þetta eða hvað ég vildi gera og áður en ég byrjaði var ég svolítið heillaður af afbrotafræði. Hafði jafnvel skoðað að fara að taka BA í lögreglufræði en það einhvern veginn heillaði mig ekki nóg. En svo það þannig á fyrsta árinu í félagsvísindunum að þá fáum við að prófa svo margt. Við sitjum grunnáfanga í sálfræði, heimspeki, félagsfræði og fleiri svona grunngreinum. Og þá fær maður tækifæri til að átta sig betur á því hvað það innan félagsfræðina sem að heilla mann. Og í mínu tilfelli var það sem sagt vinnumarkaður og atvinnulíf. Það áherslusvið sem gefin við skólann, það kynjafræði, afbrotafræði, æskulýðsfræði og norðurslóðafræði. En kosturinn við HA náttúrulega fyrst og fremst að þessi samheldni og þessi hvað við erum í rauninni lítil og auðvelt að hafa samskipti að þegar þessi áhugi minn kemur upp að ég las einhverja grein í inngangskúrsi í félagsfræðum atvinnulífsfélagsfræði og var alveg heillaður af því að þá fer ég bara að tala við prófessorinn og deildarformanninn og allir eru bara vilja gera til að hjálpa manni og mitt áherslusvið í dag vinnumarkaður, þannig að ég að taka töluvert af mínum valkúrsum út úr viðskiptafræðinni sem mjög skemmtilegt og þannig einhvern veginn getur maður fundið sína hillu innan félagsvísindana og lagt áherslu á það, hvort það aðferðafræði eða afbrotafræði eða hvernig sem það Annar kostur sem að mér finnst við félagsvísindin við HA að það eiginlega sama hvort þú vilt náður bara í BA-gráðu og fara svo út í atvinnulífið eða undirbúið undir framhaldsnám. Að það svo auðvelt að velja sig í gegnum námið, velja kúrsana sem í vali og þú getur útskrifast með BA, bara flotta BA-gráðu og farið bara beint út í atvinnulífið og farið að vinna með svona vissar áherslur í farteskinu eða bara lagt áherslu á það að undirbúa þau fyrir mastersnám.
tekið meiri aðferðafræði og uppfyllt þessar kröfur sem eru gerðar svona fyrir krefjandi mastersnám. Og þú veist, þetta er allt í boði við HA. Og varðandi sko framhaldsnámið að það er ekki bara, þegar menn horfa á framhaldsnám, og ég sé þetta svolítið svona eins og tvenns konar, að maður getur tekið svona praktískt framhaldsnám. Með mitt áherslusvið gæti ég til dæmis farið í mannauðsstjórnun, einhvers konar gæðastjórnun eða eitthvað svoleiðis. Ég get líka farið áfram í mastersnám í rannsóknum og verið áfram innan akademíunnar og farið í doktorsnám ef því er að skipta líka. Þannig að þetta er, maður er eiginlega að undirbúa sig fyrir bara sko hvaða leið maður vill fara í framtíðinni. Eins og ég talaði áðan eru kennararnir og fræðafólkið svo nálægt manni við HA. Það eru prófessorar að kenna manni á fyrsta ári. Þannig að maður er bara strax og maður kemur inn í skólan er maður bara í tengslum við prófessora sem maður kannski ekki algengt við stærri háskóla. Það er yfirleitt svona stundakennarar sem eru látnir að kenna fyrsta ársnemunum og það er allt einhvern veginn svo nálægt manni. Hvort sem það eru prófessorar, deildarformenn, brautarstjórar, almennir kennarar, þetta er einhvern veginn, þetta verður svolítið svona persónulegra heldur en kannski ég held að það sé í stærri skólum. Annað sem ég kom aðeins inn á áðan er á fyrsta árinu byrja maður strax að setja í tímum og taka námskeið eða kúrsa með fólki úr öðrum greinum. Maður er að vinna með krökkum sem eru að læra sálfræði, lögreglufræði, nútímafræði, fjölmiðlafræði. Mínu tilfelli er ég að vinna með krökkum líka í viðskiptafræði, sjávarútvegsfræði. Þannig að maður myndar svona þverfagleg tengsl út allt og fær svona aðeins að kynnast í hvað aðrir eru að gera og hvað aðrir eru að læra. Og ég held að þetta eftir að nýtast manni vel þegar maður heldur svo áfram eftir skólan að þekkja fólk inn í öllum þessum geirum. Og það er aldrei slæmt að þekkja lögreglumenn. Og fyrir mig einhvern veginn líka Háskólinn á Akureyri, ég fór hann inn og ætlaði bara að ná mér í BA-gráðu og halda svo bara eitthvað áfram. Og eftir fyrsta ári kom það í ljós að ég kannski fór að brasa ýmislegt meira. Og það er öflugt bæði félagslíf og svo svona stúdentapólitík eða hagsmunabarátta. Og sem er óbúslega gaman að taka þátt í og það er bara fyrir mig það bara að gjörbreyta þessari reynslu sem það er að vera í háskóla. Þegar ég útskrifast úr Háskólanum á Akureyri þá útskrifast ég með miklu meira heldur en bara BA-próf í félagsvísindum. Bara því ég er búinn að taka þátt í svo miklu þarna inni, vera í tengslu við svo margt fólk og brasa ýmislegt inn í alls konar nefndum og ráðum og nefnið að þetta er svo mikil reynsla sem er í boði og auðvelt að ná sér í ef maður hefur áhuga á. Skólasvæðið, kannski tala aðeins það líka að ég einn af þessum sem að þarf á því að halda að vera upp í skóla að vinna. Ég bara fer upp í skóla og geri allt mitt þar, 90% af mínu námi fer fram bara upp í skóla. Hvort sem það er að sitja í tímum eða læra eða vinna í hópverkefnum. Og skólinn sjálfur rosalega, húsnæðið sjálft rosalega gott, það allt til alls. Öll stoðþjónusta til staðar, alveg sama hvenær maður lendir í vandræðum, mann alltaf hjálpað með hvað sem er. Þannig að það ekki hægt að kvarta yfir því og það bara alveg frábært að vera upp í skóla og þá maður í leiðinni með öllum öðrum nemendum af öðrum námsbrautum í kringum kennarana, í kringum starfsfólkið, þannig að það líka reynsla út af fyrir sig. Og svo þessi pæling sem að ég kannski hvet ykkur sem að velta fyrir ykkur að hvað þið ætlaði að gera og hvernig þið ætlaði að gera það varðandi háskólanám, að skoða virkilega hvernig þið ætlaði að gera þetta. Því að fyrir mig ég bara þannig persónulega að ég vil vera á staðnum, ég vil mæta í tíma, ég vil tala við kennarana, þannig ég ákvað strax að fara í það sem er kallað staðnám. En núna þetta allt svona orðið svolítið gráa línur hvað maður óskýrt svona munurinn á staðnámi og fjarnámi, þetta að blörrast mikið. En það staðreynd eins og var talað hérna á Glerárinu fyrst að það auðvelt að fá húsnæði á Akureyri, það ódýrara að búa á Akureyri heldur en í Reykjavík. Ég veit ekki hvernig það með annars staðar á landsbyggðinni.
Ég sé ekki annað en að þeir sem eru í kringum mig í skólanum og vilja vinna, þeir hafa allir vinnu. Þannig að ég hvet ykkur til þess að skoða virkilega ofan í grunninn hvað það er sem vilja gera þessi 3-4 ár sem þið eruð í skólanum. Kannski bara vitið að fara bara norður og taka bara þátt í þessu öllu. Og nýta sér samt að sveigjanleikann í náminu sem þó er búið á staðnum, þá maður alltaf að nýta hann að sveigjanleika sem maður hefur í náminu með að geta verið að læra á netinu eða maður getur mætt í tíma á. En fyrir mig persónulega rosa mikils virði að taka þátt í öllu samfélaginu. Margir eru í þeirri stöðu að þeir vilja bara læra á kvöldin og eru bara í vinnu og með börn og svoleiðis og það er bara frábært að geta farið í háskóla. En fyrir ykkur hina þá hvet ég ykkur til þess að kynna ykkur þetta svolítið ofan í kjölinn hvernig er hægt að gera þetta, því það svo margir möguleikar í boði, sko. Og eins og ég talaði um að þá fyrir mig þetta háskólasamfélag. Ég að koma úr öðrum geira, búinn að vera iðnaðarmaður í mörg ár og ég vildi bara einhvern veginn skipta algjörlega og bara búinn að marinera mig í þessu háskólasamfélagi núna í 2 ár og mér finnst það bara algjörlega geggjað, sko. Og þannig að Akureyri hefur upp á margt gott að bjóða og margt fleira heldur en háskólan, eins og að tala á glærunum áðan. Þannig að ég myndi hvetja ykkur til að skoða það vel, hvernig þið ætlið að vera í háskólanum, hvernig ætlið að stunda námi, hvað það sem þið viljið fá út úr þessu meira heldur en bara að læra aðferðafræði og félagsfræði. Það svona punkturinn í þessu, sko. Þannig ég held að ég hafi ekki fleira um það að segja. Frábært, takk fyrir þetta, Danni. Þetta var bara stórgóð yfirferð. Ég gleymdi í upphafi að kynna hana Heiðu Kristínu okkar, hún skrifstofustjóri á Hug- og félagsvísindasviði, með okkur líka í dag. Heiða, eitthvað svona sem að þú hjóst eftir sem að gleymast? Nei, alls ekki. Bara mjög flott. Danni hann sannfærði mig algjörlega. Ég að koma í nám við háskólann. Ég bara líka við að fara að skrá mig í félagsvísindum, það var alveg heillaður svona af þessu. Ef að þið hvetjum ykkur til þess að senda inn spurningar, það hægt að nota þarna Q&A boxið sem þarna niðri á skjánum ykkar. Á meðan við bíðum þá kannski bara, Danni, þú komst aðeins inn á þetta samfélag og félagslíf. Hvernig þetta félagslíf hérna? Eru bara hver og einn í sínu horni, það bara félagsvísindin saman og viðskiptafræðin saman eða hvernig virkar þetta félagslíf? Það alls ekki þannig, sko. Inn á sem sagt Hug- og félagsvísindasviði eru ekki 3 félög fyrir lögfræðina, sálfræðina, félagsvísindin og lögreglufræðina, aðildafélög sem eru nemendafélög og það er alltaf eitthvað að vera og bæði eru félögin yfirleitt með eitthvað saman. Svo náttúrulega nokkrum sinnum ári eru stórir viðburðir sem öll félögin eru saman og þannig að ég myndi ekki segja að væri hver í sínu horni. Það er mikil samgangur þarna á milli. Það er frábært. Það eru meira að segja 4 aðildafélög á Hug- og félagsvísindasviði. Það er aldeilis öflugt. Það er rétt. Og það þessi líka viðburður fyrir allan skólan eins og það stór ásatíð fyrir alla nemendur háskólans, sprellmótið sem ekki haldið í neinum öðrum háskóla að mér vitandi og vísindaferðin suður og svo mætti lengi telja. Og ef þið hafið áhuga á þessu þá getið endilega kynnt ykkur máli frekar á sha.is. En ef það eru engar spurningar þá förum við að segja þetta gott hér í dag. En við hvetjum ykkur til þess að hafa samband ef einhverja spurningar vakna eða ef eitthvað óljóst. Það eru allar upplýsingar námið inn á vefsíðan okkar unak.is og umsóknarfrestur til 15. júní. Þannig að þá bara þökkum við kærlega fyrir í dag og þakka þér kærlega fyrir afar góða kynningu, Danni. Takk sömuleiðis.